Komið sæl, sunnudagur og sínir Egils. Ég sit einn hérna með stjórnþáttarins, Gunnar Smári fjarverandi, en byrjum hér á vettvangi dagsins og til mín er komin Eva Bergþóra Guðbergsdóttir, Vilhjálmur Árnason, verandi bæjarstjóri og Kristján Þórður Snæbjarnarson, verið velkomin. Takk fyrir. Takk. Það var aðeins verið svona affall vegna veikinda, en við ráðum við þetta. Byrjum nú hérna á því þá sem að horfðu á körfuboltalandsleikinn. Gerðu þið það? Já. Ekki ég. Já, mistur miklu. Við ekki það bara. Ég er bara búin að horfa aðeins á úrónum eftir á sko því að við vorum að kynna framboðslistan í Reykjanesbæ á sama tíma sko. Já. Menn að Reykjanesbæingurinn fór á kostum. Hann fór algjörlega á kostum sko og eigum hann mikla þakkir fyrir. Já. Þetta skiptir miklu máli þegar landsliðan okkar gengur vel og þetta sýnir líka bara hvað íþróttirnar eru mikilvæg. Þær hafa svo fjölbreytt hlutverk í samfélaginu okkar. Samin okkur og bæta andan og forvarnir náttúrulega og allt saman, þannig að íþróttirnar eru gríðarlega mikilvægar. Ég sat yfir leiknum heima og fylgdist með sko, svona framan af. En síðan fannst mér reyndar bilið vera orðið full mikið og þannig að ég verð svolítið stressaður þegar ég horfa á leiki og tek full mikið þátt heima. En þannig að ég fór aðeins frá, en síðan kom ég aftur á sjónvarpinu og þá var þetta allt að hverfa þetta bil og síðan sá maður loka körfuna sem var alveg geggjuð. Þetta sýnir alltaf bara karakter í liðinu að geta komið tilbaka í svona stórum leik á móti svona sterkri þjóð. Þetta er náttúrulega bara frábært og bara gaman að sjá liðið spila. Það snýr eftir það. Við vorum að spila við Litháa sem eru reyndar mikið ofar en við í Ég las þetta, ég bara horfði ekki á leikinn. Þetta var ævintýr algjört og bara á síðustu sekúndur líka sko. Þannig að við vitum þetta. Já. Aldrei gefast upp. Þetta kennir okkur það. Man aldrei að hætta. Nei. Og aldrei með minnum átt að kenna. Bara halda áfram. Ég er reynda þetta góð í því Íslendingar almennt sé. Þetta var vel gert. Þetta reddast alltaf. Þá er ég var að ræða sem er að gerast í Íran. Þetta er afskaplega vont. Og komin í er farin, en hvað verður? Þetta er erfitt svæði heiminn. Já, þetta er auðvitað rosalega vond stað að vera í fyrir bara heiminn, að vera fylgjast með svona hvað er að gerast auðvitað og auðvitað óttast maður bara hvað þetta getur leitt af sér. Ekki það að vandamálin hafi auðvitað verið til staðar og allt það, við þekkjum það. En að það líka auðvitað að passa upp á hvernig er farið með alþjóðalög bara heilt yfir. Og ég hef pínlega tölurar áhyggjur af því að það er svona farið frekar frjálslega með hlutina þar. Og bara ömurlegt auðvitað heyra af því að það er skotið á skóla enn og aftur. Og börn verða fyrir þessu sem er náttúrulega saklaust fólk. Og það er auðvitað, þannig að þetta er vond staða. En það er ekki bara alþjóðalög, það er líka bara lög í Bandaríkjunum. Það er þingi sem á að ákveða hvort það fari í stríðið ekki. Og það verður að fara fram hjá þessu og maður óttast svolítið, ég var að tala við vini mína, ég bjó lengi í Bandaríkjunum, í gær í Bandaríkjunum og eina þeim sagði við mig, ég bara vona að Íran hefnist ín einhvern veginn og svo nei, ég vonaði ekki raunverulega, en henni fannst einhvern veginn eins og það þyrfti að vera einhverjar afleiðingar af þessari hegðun hjá Trump og ég skil hvað meinar í því, þú veist, það er farið inn í Venezuela og það gekk svona frekar vel og þá heldur hann að Íran sé einhvern veginn þannig, en ég held að þetta sé einhver allt önnur staða þar og ég held að við öll munum borga fyrir þetta. Skjóta bara á löngu færum. Já, ég meina þetta er miklu stærra land og miklu öflugra og allt önnur staða. Það er ekki alveg augljóst hver tekur við og má alveg segja í Venezuela, það var ekki eins og það urðu einhverjar rosalega umbætur heldur. Það var bara númer 2 sem tók við og við erum ennþá í sömu stöðunni nema bara Bandaríkin er í betri stöðu gagnvart
olíu. Þetta þarf að halda þessu til haga nefnilega í þessar umræðu. Já, og þetta það er eins og alla reglur alþjóðasamfélagsins og eigin lands, Bandaríkjanna, einhvern veginn ekki við lengur. Svo eru sumir sem segja hann sé að gera þetta til að draga athyglina frá Epstein, ég vona það sé ekki þannig, en fólk veit ekki alveg af hverju, röksendirnar eru ekki alveg klárar. Og ekki samþyktar kannski. Nei, sko, ég sagði það nú einhverjum þætti sem var í fyrir þessu ári að orð ársins væri óvissa, sko. Þetta er allt svo óljóst og mikil óvissa í það sem er að gerast í heiminum bara víða og ekki síst það sem er að gerast í Bandaríkjunum. En ég staldra samt svolítið við þessa umræðu alþjóðalög og ég er ekkert að mótmæla því að þetta standist kannski ekki alþjóðalög. En hvaða alþjóðalög stendst samt líka svo stjórnarhættirnir í Venesúela og Íran, sko. Það er enginn með þau gildi eða þau alþjóðalög eitthvað sem það uppfyllir heldur, sko. Þannig að við erum í svolítið vondri stöðu. En hvort að þetta sé rétta leiðin til þess að leysa úr því eitthvað, ég er ekki að segja það. En þannig að það er bara vont ástand hvernig sem við lítum á þetta, en það sem og þá skapar þessu óvissu. Svo sjáum bara hvað heimurinn orðinn lítill. Við erum fann að ferða svo mikið, og samstarfið verður aukast. Og Dubai og annað er bara orðið margir af Vesturlandabúum vinna þar. Bretar halda nú Dubai bara gangandi og sjá alla verkfræði og byggingu þar og allt þetta. Fullt af Íslendingum að ferðast þarna og vinna þarna í fluggeiranum og annað slíkt. Það er bara hliðin á þessu. Þannig að eins og þú segir, þegar þetta er skotið á löngum færum og það er að skjóta þetta niður þá að fara að kveikja bara í hótelum sem Íslendingar gista reglulegi, sko. Og það gerist í gær náttúrulega og þannig að þetta er svo nálægt okkur, þannig að þetta er að skapa svo mikið ófrið og eins og alltaf sagt, sko, ef heldur að heimsstyrjöld sé byrjuð, þá var hún löngu byrjuð. Þannig að við vitum ekkert hvar við erum stödd í þessu og hvað kemur næst og hver hinn raunverulega ástæða er. Þannig að þetta er vont frá svo mörgum sjónarhornum en við þurfum líka að finna einhverja leiðir til þess að takast á við þessa einræðisherra sem að fara illa með þjóð sína, sko. En hvort að þetta sé rétta leiðin, ég ætla ekki að setja með það. En svo eru langtíma áhrifin líka eins og þetta tala eins og með Dubai, þetta er náttúrulega stærsti flugvöllur í heimi. 250.000 mann sem fara þarna í gegn hvernig degi og þetta hefur allt áhrif og öll þessu óvissa og þetta óöryggi hefur líka áhrif á ferðaþjónustu líka hingað vegna þess að þetta hefur langtíma áhrif að fólk ferðast kannski minna, vill halda sig heima. Fyrir utan að stríð hafa efnahagslega áhrif á allar þjóðir. Og svo er að tala náttúrulega Hormús og leiðina þar sem getur lokast og það mun hafa áhrif á svo marga. Þannig að, þú veist, óvissan, hún er alveg rosaleg. Já, þú sjáum það, sko, okkar mikilvægastu ferðamenn eru Bandaríkjamenn og þó þeir eigi kannski ennþá alveg nægan pening en bara leið og dollarinn veikist svona leið og er einhver óvissa og þá halda þær að sér höndum, sko. Og það er eins og við myndum gera og gerum. Þannig að, og þeir eru bara passífir með það. Þannig að öll þessi óvissa þar og þessi staða á Bandaríkja dollarinn, þetta er ekki, þetta bara kemur mjög niður á okkur, sko. Þetta er náttúrulega bara sýnir líka, hversu slæm staða heilt yfir er orðin að það sé verið að beita hervaldi og svona aðgerðum til þess að ná ykkur fram. Að það sé ekki raunur að hægt að nýta samninga eða samskipti til þeirra mála. Og það er auðvitað þessi óvissa sem að, maður óttast að bara hvernig verður mögulegt framhald, verður stigmögnun á þessu eða ekki. Þetta vona maður að aðlar leiti frekar í hentugri leiðir til þess að eiga samskipti, sko. En þetta er auðvitað bara verulega slæm tíðindi fyrir heiminn allan, sko. Alvarlegt mál. En ég var lyfta brúnina eins og tala 60 milljarðana sem að ríkissjóður að fá frá Ísafirði. 40 milljarðar. 40 milljarðar. Já. Þetta er auðvitað gríðarlega mikilvægt. Þeir fá örugglega 60 milljarðar frá þeim en 40 þetta eina skipti. Eingreiðsla. Þetta er eingreiðsla af skattar af hugverkinu sem auðvitað skiptir gríðarlega miklu máli og maður fann þetta því því kjördæmavika var að klárast. Við vorum á Vestfjörðum hluti af þingflokki Samfylkingarinnar.
að þetta bara fara yfir og koma inn í samfélagið og heyra þetta bara hvað fólk þetta stolt af sínu, að það er búið að búa til gríðarlega verðmæti fyrir samfélagið og þessir peningar þetta skipta gríðarlega miklu máli fyrir ríkissjóð og það verður bara mjög mikilvægt fyrir okkur að fara vel með þetta og nýta þetta til þess að reka ríkissjóð á enn betri hátt. En sýnir þetta bara á sama tíma mikilvægi þess að vera með öflug fyrirtæki, stunda nýsköpun og íta undir að svona sprota fyrirtæki vaxi og dafni í samfélaginu. Þetta náttúrulega byrjar þar. Þetta fyrirtæki komið svona topplistan. Já. En 40 milljarðar, ef ég byggi hérna, þá myndi ég bara krefjast þess að hluta þessu færi í hérna Súðavíkurgöngin. Já, sem er lífshættuleg sko. Margir vegir lífshættulegir á Vestfjörðum og ég er alveg sammálaður, þetta er augljóst að við eigum að hætta að horfa á íbúatöluna. Ef við byggjum upp innviðina og samfélagið á svona stöðum út á landi, þetta er fólki sem kann að nýta sína náttúru og kann að vera í nýsköpun og bjarga sér og þannig náttúrulega verður kerisist til og við erum að líka vita af hverju við erum að fá þess að 40 milljarða. Það er út af því að það kemur þarna Vestfirðingur og slór kallan í útgerðinni hvort þeir geti lánað sér pening og húsnæði og látið sér fá smá rot til þess að taka þátt í þessu ævintýri. Þetta þarf að gerast 10 sinnum svo eitt gerist verið til. Hinn 9 fara á hausinn sko. Og núna er búið að veikja allar þessar byggðir, allar með veikjöldunum til þess að búa til svona. Og beiðni nýsköpunarstyrki og nýsköpunar þróunarsjóð og allt hefur dregið saman eftir að veggjöldin fóru og það er bara grunninn. Það var bara útgerðarmennirnir sem tóku vel á móti Guðmundi Fertram þetta hugmyndablaði. Þetta var lengi að komast á stað og þetta var mjög erfitt og svo er allir að horfa bara á Kersist núna en við verðum að vita hvernig var Kersist til. Það voru 9 aðrir búin að fara á hausinn áður en þetta tókst sko. Það er bara reglan í þessu og þetta er að gerast út á landi og þannig verðmætasköpunin. Þess vegna eigum við að horfa á því að nota þá þessa peninga til þess að byggja upp samgöngunar til þess að fjölga svona ævintýrum út á landi og tryggja það að fyrirtækin eins og sjávarútvegurinn og önnur fyrirtæki sem að vilja vinna út á land hafi fjárfestingagetu til þess að fjárfesta í svona nýsköpun. Annars gerist ekki neitt ný. Og ég bara segja það fullum fetum að fólkið út á landi í fyrirtækjum er miklu betra að hafa afganginn af fyrirtækjum heldur en við 63 misvitri stjórnmálamenn sko. Við erum ekki að fara að búa til Kersið sko. Það er bara ekki séns. Við getum búið til ramman í kringum og stutt við samfélagið þetta og það er það sem skiptir máli. Það sem skiptir máli og það var líka mjög gaman að fara og heimsækja nákvæmlega þessi fyrirtæki á Vestfjörðum og bara eiga millilegast samtal við þau þá stöðu og þá verðmætasköpun sem er í gangi. Þetta er auðvitað gríðarlega mikilvægt en síðan fengum við líka að finna á eigin skinni hvernig samgöngur eru á Vestfjörðum. Þó að ég sé Vestfjörðingur í grunninn og þekki þetta náttúrulega ágætlega en þá er þetta samt sem aður staðan er bara ofboðslega erfið yfir vetrartíman í samgöngum og það er verið að byggja upp vegi fyrir vestan sem er vel og tiltölulega langt komið að geta keyrt suður firðina og til Ísafjarðar þá leiðina. En síðan kemur einmitt í Súðavíkurhlíðin, hún er bara ansi oft sem að hún lokar við þessar aðstæður sem er vegna snjóflóðahættu. Og er lífshættuleg. Já, hún er það og hefur alla tíð verið og það er auðvitað það sem að þarf að fara í, það er að bæta samgöngur þarna og auðvitað allt svona fé sem að kemur til í ríkissjóð mun að sjálfsögðu létta undir og íta undir að við getum flýtt þeim framkvæmdum sem eru en það þarf líka að vera ákveðin forgangsröðun og við getum heldur ekki verið í þeim pakka að kasta alltaf til í forgangsröðun eftir samgöngum mannverkjum. Við þurfum að hafa eitthvað ákveðna stefnu í því og það er auðvitað mikilvægt en samfélagi all land á þetta heimtingu á því að eiga og búa við góðar samgöngur og þetta er eitt af þeim svona atriðum sem að kom mjög hátt fram í okkar samtölum fyrir vestan en það var líka þetta bara orkuinnviðir, vetrarþjónusta á vegum, menntakerfið. Það voru
bara fjöldi atriða sem að komi fram í miklum og góðum samtölum þar, sem að skipta samfélagið náttúrulega miklum máli. Ég er alltaf svo gaman af Vestfirðingunum, sko, þeir senda mann alltaf skýr skilaboð með kemur. Hafið bara svo grunninnviði, menntakerfið, heilbrigðiskerfið og samgöngunar í lagi og láti okkur svo bara í friði, sko. Við skulum bara sjá rest. Ef þið bara láti okkur í friði, ekki skattleggja okkur í drasl, ekki setja endalausa einhverja boð og bönn, við kunnum miklu betur náttúrunni þið og ekki eitthvað eftirlitsrugl og gjöld, láti okkur bara í friði og við skulum skaffa ykkur tekjur. En þegar fólk tala við okkur, þá vill fólk auðvitað, fólk sem ég tala við, það vill auðvitað borga sína skatta og vita það að samfélagi rekið auðvitað á sameiginlegum tekjum samfélagsins. Það vilja allir borga sanngjarna skatta. Ég ekki hitta mann sem er á móti en að það sé forgangsraðað til fólksins og í þá þætti sem að skipta máli, en ekki láti grotna niður í langan tíma. Þannig að staðan verði ómöguleg. Eins og var gert. Eins og var gert. En við ef að við ágætt ána með samgöngurnar hérna hjá okkur, bara hérna á Malbikinu, ég hef ekki farið út á Malbikinu svo langa tíma. Hérna í Reykjavík? Já. Ég meina það sem múst að nefna þetta atriði sem að Vestfirðingarnir voru að tala það þetta atriði sem að skiptir okkur öll máli. Það að hafa samgöngur í lagi, hafa menntamáli í lagi og grunnþjónustuna, heilbrigðisþjónustu og annað og það þarf þetta forgangsraða fjármunum í þá átt. Ég meina, sko hjarta mitt slæð fyrir vestan, ég bjó á Bolungarvík sjálf, sem lítil og á ættir að rekja þaðan, en þetta þarf líka að eyða peningum í samgöngur hér á þessu svæði, hér búa flestir og það vantar töluvert upp á að við séum með þetta í góðu lagi. Já, þá komum við að borgarlínunni til dæmis, ég hjóla stundum, sko, ég bý í Garðabæi og ég hjóla stundum í vinnuna, sem fólk hættur að sé eitthvað afrek sem það er alls ekki. Og ég verð að segja sko aðstæða fyrir hjólafólk er bara orðin mjög góð. Á þessari leið sem ég fer þá er bara ásbrautin í Kópavoginum sem að er ekki sér hjólabraut. Vegu fyrir reiðhjól, bara þar. Já. Og það er bara þrengslinn leyfaði ekki. En þetta skiptir nefnilega öllu máli að þú átt að hafa val hvað samgöngumáta þú notar. Við eigum að hafa öfluga hjólagöngustíga, við þurfum að hafa öflugar almenningssamgöngur og svo þurfum við að hafa greiðar stofnbrautir. Þannig að bara fólk fari og nýti þann faramáta sem hendi þeim best. Og svo er þetta bara misjafnan tíma æviskeiðinu hvaða faramáta hendur okkur og aðstæður og búsetu og vinnu aðstæður. Þannig að þetta snýst bara það að byggjum upp öflugt samgöngukerfi þannig eitt faramáti skerði ekki hreyfingu annars, sko. Og þetta er auðvitað bara gaman að heyra sjálfstæðismann segja þetta því að auðvitað skiptir miklu máli að því að nú eftir að maður tók sæti á þingi að þá er maður auðvitað í kjörstöðu að nýta alla samgöngumáta. Ég hef notað virkan samgöngumáta, ég hef hjólað niður á þing, síðasta vor gerði ég það nokkuð mikið og síðasta sumar. Ég hef verið að taka strætó núna í vetur og ég hef aðeins notað einkabílinn og bara að hafa þessa valmöguleika þetta bara frábært. Það að hjóla ofan úr Grafvogi niður í miðbæ, þetta eru frábærar hjólaleiðir, svona 3 megin stofnleiðir sem ég geti valið munar öllitlu í erfiðleikastigi en allar eru svona innan 5 mínútna tíma lengdar mismunur á leiðunum og þetta hentar mörgum að gera þetta, að hjóla og það er bara frábært þegar fólk velur sér þann kost en síðan þarf og það sem er megin markmið í borgarlínunni er það að búa til aðstæður þannig að fólk geti notað almenningssamgöngur, komist hratt og örugglega á milli staða en þá opnast líka á sama tíma meira svigrúm fyrir þá sem að þurfa að vera einkabílnum. Mínir fyrir kollegar úr iðnaðinum til dæmis sem eru með verkfæratöskurnar og verkfærin alltaf í bílunum. Þeir þurfa að komast á milli staða og geta síður kannski hjólað með allt á bakinu eða tekið strætó. En þannig að þetta sambland er það sem að mun skipta sköpum fyrir samfélagið í þéttu umhverfi. Þess vegna er þetta bara stóra vandamál við samgöngusáttmála og það sé ekki hægt að koma peningunum hingað þar sem að umferðin að það er þessi einhvern veginn ofur hönnun og skipulagsflækjur. Ef að skipulagsmálin væri legi hér í Reykjavík þá væri búið að framkvæma miklu meira af þessum sáttmála þegar að
að vera að leggja svona áherslu á að þrengja að stofnbrautunum. Þá fyrir Vegagerðin bara í vörð að segja, við erum ekki að fara að setja peningin á hann eitthvað sem að minnkar umferðarrýmd á einum faramáta. Og þannig var ekki lagt á stað upp með. Og þannig er þetta búið að hækka allan kostnaðinn. Þannig að við erum að tala um einhverja umferðarbætur sem getur látið okkur dreyma 2040. Hvað ætlum við að gera þangað til þá? Og það er enginn að tala um það. Það er allur fókus á 2040 og allar 80% á inn- og útflutningi landsins fer gegnum Sundahöfn. 80%. Og það er Sæbrautin sem að keyra þetta. Hvað heldur að kosti íslenskt þjóðarbú mikið á hverjum einasta degi svo umferðarteppað sem er þar? Það kostar 2 milljarðar að laga með mislægum gatnamótum. 2 milljarðar? Nei, við ætlum að bíða hann til 2030 eitthvað að setja ykkur gatnamóta því við ætlum að hanna það fyrir einhverja sérakarinn fyrir borgarlínu sem mun spara einhvern strætisvagni 3 mínútur að fara mjótt niðri fyrir neðan húsasmiðuna þar. Þetta er svo eitthvað galin framkvæmd og við ætlum að þetta er svona típist íslenskt að rífast yfir einhverju rugli, allir peningum fyrir einhverja hönnun og einhverja auglýsingar og eitthvað og svo gerist ekki neitt. Það verður að hanna og hugsa þetta. Við hefum byggt fullt af þessum gatnamótum og ekki tekið svo langan tíma. Já, en það sem að ég held að svo sjáum við bara hér fyrir neðan. Svo sjáum við bara hér fyrir neðan Suðurlandsbrautinni. Þetta er svo fyndið sko. Ég mætti einu svona fjármálaráðstefnu sveitarfélaga eða eitthvað. Og þá þurfti allir að fara á Hótel Nordica sko. Allir bæjarstjórnir sem skrifuðu undir þetta samgöngusáttmála þau þurftu að labba frá Glæsibæ, það var ekkert bílastæði. Nú ætlar að taka helmingin af því Reykjavíkurborg undir þetta. Voru þeir gætið með bílstjóra sem gátti skuttlaði? Já, þetta var alveg kostulegt. En auðvitað er þetta sko hluti af þessu. Þetta er bara skipulagsslys. Við erum hluti af stóri borg. Og höfuðborgarsvæði sem er náttúrulega svæði sem að þarf auðvitað að skipuleggja og þetta gerist ekki á einni nóttu hins vegar að skipuleggja. Ef það hefði verið stigið skref fyrir 30 árum síðan eða 40 árum síðan og borgin hugsað hvernig hún myndi þróast fram í tímann. Hún var hugsað sem bílaborg. Hún var hugsað sem bílaborg og síðan gengur það ekki. Jú, það gengur ekki. Nei, ímynduðu ykkur ef að strætó væri ekki til staðar. Það sem ég er bara og sá einfaldlega að fjöldi segja. Sem er að taka strætisvagn á hverju minnsta degi væri ekki gengur miklu hraðar ef þú værir ekki að minnka umferðarrýmdina. Það þarf auðvitað bara forsjálni, það þarf að skipuleggja, það þarf að hanna innviðina að sjálfsögðu. Til þess að geta miklu lengri tíma eða alltaf að þrengja hinn. Getur þetta tekið tíma, en það þarf að gera þetta alveg. Þetta er alveg samt smá sérstök umræða því leiti að það að bæta almenningssamgöngur er eitthvað sem við öll sem förum til útlanda og förum í borgir þar sem okkur finnst gaman að heimsækja, þar eru almenningssamgöngur í lagi og eru góða göngugötur og þar er gaman að fara og þar eru það er gott mannlíf á þeim stöðum. Fólk vill hafa þetta val, það er enginn að segja og er ekki geta keyrt. Og auðvitað þarf að hanna þetta, ég ætla ekki að leggja mat að það, en það er ekki pólitíkus, hvernig var farið út í það, en ég held að við verðum öll glöð á endanum, þetta er bara búið að taka ofboðslega langan tíma og auðvitað líka hluta af þessu hér á Íslandi það er allt kært, allt fram og tilbaka og ég er ekki það er punkturinn, það er punkturinn minn, ég er að segja að það er allir sammála mikilvæg almenningssamgöngla og við viljum hafa öflugar almenningssamgöngur, við viljum hafa mannlíf og við viljum geta börnin okkar geta farið út og sé ekki bara allt einhvers staðar í einhverjum umferðum og hættu, það er allir sammála um þetta. Það sem ég er bara að segja að það verður allt kært og pólitíska andstaðan verður miklu meira eða ætlar að fara að láta þetta tróðast inn einhvern annan. Þú ert að fara að búa til andstæðinga með að þrengja að einkabílum. Ef þú hefur bara skipulagt þetta að þetta fari vel saman, þá er andstæðan miklu minni, kærurnar miklu færri og þetta gengið vel. En langbesta lausnin er að setja nýja stoppröðina bara í göng. Við gáttum bora Hvalfjarðargöng með 7 bílum og þau geru, þannig að nýja stoppröðina færi bara í göng eins og Miklubrautagöngin og bara fleiri slík göngin á höfuðborgarsvæðinu. Þá færðu öryggið uppi. Á meðan þá ætla ég bara að efla strætóin, ég ætla að hafa ég ætla að hafa gervigreindar umferðarljós eins og eru bara út alla Evrópu nema á Íslandi, það má alls ekki Reykjavík, það má alls þar annars staðar. Það er reyndar komið slík ljós. Já, það er ekki verið að fullnýta kerfið. Það er ekki verið að fullnýta kerfið og það er ekki að tala saman. Farið bara að næstu umferðarljós og sjáu hvernig þetta virkar. Já, ég tek mjög vel eftir þegar ég er á hjólinu. Það er bara, ég þarf bara ekki að bíða. Nei, þetta er að koma smátt og smátt en þetta er ekki orðin
það bara hefði tekið 2 ár að gera þetta allt fyrir 3 milljarða, öllu höfuðborgarsvæðinu og þá getur við maksa nýtingun á núverandi umferðarmannvirkjum. Það er allir að nota gervigreindina nema við. En við erum að byrja að nota hana, ég tek alveg undir það, en það er ekki verið að fullnýta. Og það átti að gera með það, og svo átti bara að gera svona bráðabirgðar gatnamót tónlega, svo getur bara, þú ert löngu búin að afskrifa þau 2040, sko, þegar þú kemur með endalegu hönnun. Það sem liðka mest fyrir einkabílnum, má segja, eru þetta betri almenningssamgöngur og ef það verður hægt að fara til dæmis í HR yfir brúna og aðra leiðir fyrir nemendur til og kennara til þess að fara, starfsfólk og aðra til að fara allir daga, þar mun losa alveg rosalega mikið. Það er allir sammála það sem ég segja, að skipulagið og hvernig ætlar að búa til brautina, það er að tefja málið, það er að hækka kostnaðinn, það er að skapa kærurnar, það er að veita pólitísku aðstöðuna að breyta skipulaginu. Til þess að gera fyrstu áfanga borgarlínu, það er að breyta deiluskipulagi 52 sinnum. 52 sinnum. Það voru 25 ára að leggja rafmagnslínu til Suðurnesja og það þurfti ekki einu svona í deiluskipulag, sko. Þannig að það vogar höfðu neitunarvald. Já, það er bara. En er ekki bara auðvelt að kæra? Það hafa 2 sveitarfélög neitunarvald í þessum 52 skipulögum, sko. En horfum, það er alltaf ef við botnum aðeins umræðuna, einmitt varðandi það sem þarf að gera innan borgarinnar. Við þurfum auðvitað að eiga við Miklubrautina og það þarf að, og Sæbrautin mun fara í stokk líka. Þetta eru atriði sem að þarf að gera til þess að skipta þessu aðeins niður. En þetta mun líka á sama tíma auðvitað kalla leið þú ert að fara í framkvæmdir inn í borg að þá mun það líka búa til áskoranir sem að þarf á sama tíma að takast við til þess að tryggja að samgöngur séu bara greiðar fyrir alla máta. En ég er sammála, almenningssamgöngur eru þetta það sem að, ef að þær eru góðar og sem að eru að mörgu leyti í dag mega vissulega verða enn betri en þá er það svona grunnurinn að því að auka flæði vegi. Sko, það eru kosningar framundan og ég og fleiri hefur mjög gaman að því en Ólafur Þ. Harðarson hann sagði að þetta verði mjög spennandi kosningar. Haldið það ekki? Jú, þetta verður mjög spennandi kosningar af því það er augljóst að það verður mikil endurnýjun og verður gaman að sjá, nú eru listarnir að verða til og ég hlaka bara til að hlusta á umræður og heyra hvað málefni verða og hvernig þau verða reifuð og hvað verður tekist á og hvað ekki og þar fram til göttunum. Það er ekki skipulagsmálin, stóramálið, leikskólar? Já, það eru mörg mál í borginni, fólk er andum borgina hérna. Þetta er frábær borg, það gleymist oft í umræðinni, það er margt sem er frábært hérna. Við erum að gera hluti rosalega vel. Eins og ég segi, ég bjó lengi í Bandaríkjunum og hlutinni gerast mjög hægt þar og það tala göngu og hjólastiga og svoleiðis. Það var að tala þetta aftur og tala einhver ringtorg einu sinni það sem átti að koma og það var alveg bara meira áttumál. Hér erum við þó miklu hraðari í að umbreyta hlutum þó að við kvörtum því að við viljum helst allt gerast í gær Íslendingar. Það er ekki eins og þetta gangi mjög hratt annars staðar fyrir sig, skipulagsmál og annað. Það er verið að færa, gera alls konar hluti ótrúlega vel, en það gleymist mjög mikið og við erum að Reykjavíkurborg er að veita fáránlega mikla þjónustu á mörgum sviðum, velferðarsviðum og skóla- og frístundarsvið eru í farabróti með alls konar nýsköpun í sínu fæi. Þannig að og það er erfitt að koma því að í fréttum get ég sagt ykkur. Það hefur minni áhuga á því heldur en einhverju svona nöldurefni í dagsins þó ég ger ekkert endilega lítið úr því en það verður gaman að sjá hvert þessi umræða fer núna í aðdraganda kosninga og hvað fólk fer að tala og hvort einhver er til í að lyfta upp höfuðborgin okkar sem við megum þó vera mjög stolt af. Litla ræða mín. Það er náttúrulega þið strákar, þið eru í stóru flokkunum í Reykjavík sem eru turnandi 2 hörbaráta. Þetta er alveg klárlega og ég meina við vorum að stilla upp lista og vera lista núna í vikunni sem eru þetta gríðarlega sterkur og flottur listi, frábært fólk sem við höfum hérna í Reykjavík og raunar bara víðsvegar um land. Þeir eru að koma fram listarnir mjög víða og ég segi náttúrulega bara þetta verður gríðarlega spennandi framundan að sjá okkur sigra ansi víða. Þannig að það er auðvitað bara mjög spennandi en auðvitað sóknarfærin, við erum búin að vera hérna í meirihluta í Reykjavíkurborg nokkuð lengi og við, þetta er alveg þannig að borgin er
vel rekin og við erum að veita alveg gríðarlega miklu og góða þjónustu á flestum sviðum. Klárlega, eru áskoranir og hafa alltaf verið, en ég treysti því fólki fullkomlega til þess að sinna því sem er í framboði hjá okkur og takast á við þau verkefni sem að koma upp. Já, muni rétt þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn verið utan meira og minna síðan 94. Já, það er verið að koma rúm 30 ár fyrir utan kannski 2 ára inn á milli þarna. Já, sem var þarna vandaraði kjörtíðanbílinn. Akkurat, þannig að viljum þau ekki aftur. Við finnum bara að það er skýr krafa breytingar og það kom náttúrulega ljós í síðustu sveitarstjórnarkosningum hér, eða borgarstjórnarkosningum, að Samfylkingin hefur verið að missa flugið, þannig að alltaf bara fengið nýtt varadekk og Framsóknarflokkurinn kom skýr inn síðast með kröfum breytingar og Einar kynnti sig sem mann breytingana og var svo bara nýja varadekkið og við sjáum hvernig það fór fyrir honum. Þannig að við finnum að þessi krafa breytingar aftur og nú vorum við að kynna mjög öflugan og flottan lista í gær. Sem ekki alveg einigur Nei, en það í stórum flokki þegar við höfum svo mikið öflugu og frambærilegu fólki og að það mikil eftirspurn eftir að komast á listan sem betur fer og við erum ánægð með það og þá bara þetta eitt erfiðasta verkefni sem svona sjálfbæðarliðar í Sjálfstæðisflokknum fá víðum land og var líka hjá mér í Reykjanesbæ að það að velja úr öflugum hópi liðsfélaga hvernig á að stilla upp sterkasta liðinu hverju sinni og þannig að það þarf að komast að niðurstöðu. Já, 2 borgarfulltrúar bara settir alveg út í myrkri, Já, það hefur ekki verið auðvelt, bara 2 öflugir borgarfulltrúar sem að fengu ekki, þannig að ef þú ætlar að einhvern veginn að breyta liðinu þá mun alltaf kosta eitthvað, en ég segi að þetta er hálfgert lúxusvandamál að koma ekki öllum fyrir og þó að vera ekki allir jafn sáttir heldur en að vera ógeðslega ánægðir að ná að manna listan bara með einhverjum eins og mörg framboð og að lenda í, þannig að við verðum að taka þessi óþægindi þó að þetta sé aldrei gaman að sjá eftir öflugum félögum sem að komast ekki á listan. En Vilhjálmur, í síðustu skoðanakönnun var ekki prósent sem var með hana núna í vikunni? Jú, varandi landsmálin. Já, þá Sjálfstæðisflokkurinn komin í þessa neyðarlegu tölu 13,7 sem nákvæmlega sama og Davíð Oddsson fekk í forsetakjörinu. Alveg bara gramm. Þetta fyrir ykkur öll hlýtur að vera mikið áfall. Nei, þetta ekki áfall að fá svona skoðun en þetta bara sýnir það að við verðum bara að gera betur og við þurfum að fylgjast með þessu og taka þessu alvarlega. En eins og ég sagði bara áðan hérna í byrjun með landsliði, þú hættir aldrei og þó að þú lendir undir að þá bara leggur meira á þig. Og nú það bara okkar að vera skýr valkostur og sýna úr hverju við erum gerð sem að það bara að leggja áherslu á ábyrgari rekstur þannig að borgarbúar geti fengið hér lægri álögur og nýta starfhækkanir borgarinnar. Við viljum breyta skipulagsmálunum þannig að verða fleiri sérbýli og fleiri lóðir þannig að ungt fólk og aðrir geti eignast sína íbúð. Og við viljum gera breytingar í leikskólamálum sem að meirihluti sveitarfélagið sem Sjálfstæðisflokkurinn meirihluta hefur tekist rosalega vel víðum land Við höfum bara sýnt það og ef þú skoðar bara hringinn í kringum landið þar sem Sjálfstæðisflokkurinn að stýra sveitarfélaginu þar eru leikskóla og skólamálin í betri málum þar rekstur sveitarfélaginu í betri málum þar álögurnar og íbúðirnar lægri og íþróttalífið ánægt. Þannig að þetta bara skýr mælikvarði þar sem við látum verkin tala og við og þó við séum 1% og einu þingmanni minni heldur en Samfylkingin á þinginu núna að þá verðum við lang stærsti flokkurinn á sveitarstjórnarstiginu. Já, ennþá. Við erum með 113 sæti núna með helming allra kjörna bæjarfulltrúa á Íslandi og við ætlum bara að styrkja þá stöðu og verðum bjartsýn. Það að gera.
En samfélkingin þér er byrjað að stilla upp, allan í Reykjavík og Hafnarfirði? Jú, Reykjavík og Hafnarfirði og það er komið á fleiri stöðum. Ég er svo sem maður hefur ekki náða að fylgjast með öllum núna samhliða þessari kjördæmaviku en það eru komnir sterkir listar fram, já, bæði hérna á þessum 2 stöðum og síðan er verið að stilla upp í Kópavogi og víðar. Já. Þannig að þetta eru bara gríðarlega spennandi tímar og bara frábært og reyndar, það getur verið erfitt að vinna með af því að það eru margir sem vilja taka þátt sem eru auðvitað lúxusvandi en á sama tíma erum við náttúrulega sýnist mér að ná að stilla upp gríðarlega öflugum listum, öflugu fólki til þess að takast á þessi verkefni. Við má ég spyrja hérna Eva, sem starfsmaður borgarinnar ég því hljóti að svona hugsa svona hvað verður? Já, koma nýjir húsbændur? Já, við hugsum þetta að einhverju leyti, þú veist hvað, sérstaklega eins og ég var að tala áðan í hvað, þú veist hvað ætlar fólk að stefna í hvaða átt. Í raun og veru þá bara framfylgjum við bara okkar starfi bara framfylgja því sem að pólitíkin á hverjum tíma sem er í meirihluta ákveður og því skýrara, því auðveldara er það fyrir okkur að framfylgja því. Þannig að ef það er alveg skýrt í hvað átt við erum að fara, það er yfirleitt bara gaman að vinna því. Þannig að alveg líkum við, ekki alveg, augljóslega, hvað það er, en hérna, svo lengi sem það er í þá borgarbúa, þá er það. Þannig að þið er ekki að hugsa ekkit frekar en starfsfólk í ráðuneytum er að velta fyrir sér þessu, en þetta er bara svo hvað annar vinnustaf maður velti fyrir sér hver verður nýi yfirmaður, en það er bara eðlileg pæling. Var ekki, Inga Sæland, var ekki margir sem að fóru sem hún sagði upp í ráðuneytinu, held ég. Jú, þau breyttu skipuriti ráðuneytisins og fækkuð þarna á skrifstofu stjórnarhaldi og breyttu. En svo er það náttúrulega, með nýju meirihluta koma nýjar áherslur og það getur auðvitað orðið skipulagsbreytingar í tengslum við það, þannig að það fylgir þessu einhver, að því að segja orð ársins í óvissa, það er auðvitað einhver óvissa, maður veit ekkert. Það gæti þess vegna koma einhver sem myndi ekki hafa samskiptadeild, ég veit ekkert það. Þannig að maður þarf alltaf að velta fyrir sér öllum möguleikunum á þessum tíma, þó ég myndi ekki mæla með því að það væri, að því að það er alltaf meiri og meiri krafa upplýsingagjöf á öllum mögulegum toga. En þú veist, ég held að mörg okkar, við höfum líka bara gaman að þessu, það er gaman að sjá tekist á þau málefni sem okkur er annt og gaman að sjá einhverja framþróun í því ef að það er og bara til besta mála lýðræði fá að ganga sinn gang. Ég held að líka, og þarna er þetta kannski ekki alveg á 4 ára fresti eða það getur breytt meira hluta af annað slíkt en þú sér því sem stóru fyrirtækjum þá getur bara allt verið konið nýjir eigendur og ný stjórn daginn eftir og farið ekki áherslu en eina fyrirvara þannig að þetta og ég tek bara undir að það eru pólitíkusönnir sem eiga að taka ábyrgðin á rekstrinum og starfsfólki bara gerir sitt best og er öflugt og allt það en það eru stjórnendurnir sem eru þeir lýðræðislegu kjörnir sem er bara að stýra því og bera ábyrgð og því skýrari línu sem þeir setja því betra fyrir starfsfólki að sjálfsögðu. Nú ætla ég var svona gamall og ríkfallinn að ég var að byrja að selja áfengi í skíðabrekkunum og það er ekki nóg að vera svo lélegur og síðum heldur fullu líka það er svona og jóvunalag en fólk verður að bera ábyrgð á sjálfum sér að einhverju leyti það er aðrir í brekkunni já, það er aðrir í brekkunni ég hef aldrei það henda mér ekki að drekka áfengi á skíða það ég myndi aldrei gera það í bandarískum brekkum þá er engin kúltúr fyrir því ég hef skíðað mjög mikið og víða það er ekki þessi sami kúltúr að fá sér eitthvað upp í fjalli en það er mjög gaman til að koma niður en þetta er líka á íþróttaleikjum og eitthvað svoleiðis, þetta er bara liður í auknu frelsi og fólk verður bara við ég er sjálfur í skoðun að við bara treysta fólki til þess að fara vel með það frelsi sem það fær á öllum mögulegum sviðum en ég veit ekki hversu góð hugmynd þetta er endilega. Ég verð að segja mér finnst íþróttir og áfengi ekkert endilega eiga voða vel saman og þegar maður horfir á skíðabrekkur af því að ég skíða nú svolítið sjálfur
að þá auðvitað, maður treystir öðrum í brekkunni líka að maður verði ekki skíðaður niður af því að maður fer á nokkuð mikilli ferð og þá bara mjög mikilvægt að öll skilningavit séu til staðar. Ég á nógu erfitt með að standa á þessu þó að maður sé nú ekki undir áhrifin líka. Þannig að ég held að fólk þarf að fara mjög varlega, finnst mér hvað þetta varðar, að vera ekki að fara yfir eitthvað strik, en ef maður horfir síðan til Evrópu, vissulega þetta einhver þekkt þar, en mér finnst svona að við ættum frekar að vera íhaldssamari í þessu og reyna að draga úr þessu á þessum stöðum. Þarf ekkert endilega að fara vel saman. Svo hver ber í ábyrgð sjálfur sér, þá bara sumir sem geta það ekki. Nei, ég veit það. En ég held að það meðalvor samt. Það rétt. Og ég held að það breytist ekki hvort það sé selt í skíðabrekkunni ekki, sko. Mér finnst við Þú getur alltaf tekið þetta með þér. Mér finnst við alltaf svo það náttúrulega. Við ofhugsum hlutinu nefnilega svo rosalega mikið. Og ég sagði hérna áðan, íþróttir svo miklu meira heldur en bara kappleikurinn sjálf. Og þetta eitthvað félagslegt og skíðin sem tómstund fjölskyldunar, þetta saman af fjölskyldunar, þau fara í skíðabrekkuna, fara þú út og hreyfast í staðan fyrir að vera heima í tölvinu og eitthvað svona. Og mér skildist það nú að stærsta ástæðan fyrir því að þetta var farið, að því að þetta var mest að vinna starfsfólk skíðasvæðina að tína upp áfengis ílátin sem að einhver annar kom með sér. Þetta hef ég reyndar aldrei séð upp í, ekki eins og í Bláfjöllum. En það hafa þeir staðið sem vilja að hreinsitt upp. En málið bara það að þetta bara hluti af einhverju menningu og við breytum ekkert einhverju menningu að hegðum fólks með boðum og bönnum. Þannig að við getum sett boð og bönn til þess að banna. Það banna að neyta áfengis og keyra bíl til dæmis. Já, það keyrir samt fullt af fólki tímið. Og við eigum að hætta að kalla menningu og kalla þetta brómenningu. Nei, sko, ég bara segja, við erum bara að gera umhverfið þannig að sem flestir fari vel með þetta og það fari eftir einhverjum reglum og leikreglum fram. Það náttúrulega nummer 1, 2 og 3. Og ég var bara ánægður að lögreglan fór strax og bara leið að byrja að selja þetta í brekkunni og þá létu allar blása og sýndu bara, hér verður tekið hart á því öllu saman og það fylgst með og það hægt að vera reglur að selja ekki fleiri en eitthvað ákveðið marga eða eftirvert hættur að skíða, hvernig þetta ég veit ekki hvernig það Það eins með íþróttakappleikina. Og svo erum við alltaf einhvern veginn að fókusera á þessa íþróttir að því að börnin okkar eru í íþróttum og svona. Þetta ekki sagt, ég var að koma beint að íþróttamóti hérna, það ekki seldu bjór þar, sko. En þegar þetta orðin einhver meiri viðburður og svona, svo fer maður með börnin sín í leikhús og eitthvað, þá allir sé að drekka vín og svo og ýmsa aðrar samkomur sem við tökum börnin okkar með. Þar mega allir drekka bjór. Og við förum með til Spánar og Sólaströndina, það má drekka bjór allan daginn. Þannig að af hverju stundum og stundum ekki. Þannig að þetta snýst bara almennt það, hvernig að við bara meðhöndlum þessa löglegu vöru samt sem þetta sé engin venjuleg var. Þetta sé ekkert eitthvað, það þarf bara, ég held að við bara setja fókusinn menningin það hvernig við göngum vöruna, en ekkert alltaf verið búið að bönna þetta á ekki við hér, en svo okkur alveg sama hér. Við erum með fókusinn á kolvitlausum stað. Þannig að við þurfum að fara að auka eftirlit lögreglu í kringum skíðasvæðin. Nei, en það sem að gerist með leið, bara því miður staðan þannig, þó ég hef aldrei drukkið áfengi sjálfur, að þá bara mæta fleiri á kappleikinu, þá mæta fleiri í þessa viðburði að því að það einhver stemming í kringum þetta og vinahópan vilja fara frekar. Þannig að við verðum bara að við viljum að fleiri mæti íþróttaviðburði og gangi auðveldar að reka íþróttafélagið og gera íþróttum hærundu höfði og stundum bara þarf þetta að vera til stað til þess. Það samt spurning, þarf alltaf að vera vín. Ég meina þetta líka einhver partur af einhverjum kúltúr, frekar heldur en að boð og bönn endilega í viðvegna þess að það alltaf fólk sem fer bara fram hjá því. Þess að vera að breyta kúltúrnum en ekki setja bóða. Og mér finnst óþarfi persónlega að það sé verið að bjóða upp á áfengi og alls konar tilefni. Það líka, ég vann í 16 ári í Bandaríkjunum, kom heim og ég var alveg búin að gleyma þessum svona vinnustæðakúltúr að fólk alltaf að fara eitthvað saman og svona, ég bara var búin að gleyma þess að þetta væri partur af þessu. Ég geti að segja þetta sé slæmt, en það bara ætlast til þess að þú farir út og þú sett með og það getur verið mjög gaman, en þessi tenging vinnu og skemmtun
stjórnarandstöðuna, það meira hér heldur en myndi ég segja á flestum öðrum stöðum. En þetta getur líka verið hættulegt. Það getur verið það. Mjög. Og við erum náttúrulega svolítið meira, í gamla daga var náttúrulega bara, þú veist, það mátti ekki drekka bjór, það mátti ekki drekka vín í hádeginu, og nú erum við að losa og við erum að losa og þá þurfum við líka einhvern veginn að vera með umræðum hvað finnst okkur í lagi, hvað er normið og hvað er eðlilegt. Þannig tekið ég 100% undir með þér. Þannig hefur við setja fókusin. Hvað er eðlileg menning og hvernig viljum við hafa þetta, staðan fyrir að vera bara einhvern veginn alltaf að berjast á móti einhverju sem að, vatnið er lagt á stað þarna. Hvernig ætlar að breyta farveginu staðan fyrir að reyna að stífla þetta? Sko? En þau tíðindi berast úr sjálfstæðisflokknum að það eru svona fyrir heimaðalistinn, hann er hættur og var ekki líka á Akureyri sem að, hvar var annars það sem að Ég var að fá umbót til mín. Já, umbót heitir það. Við bæjarmálafélag umbót í Reykjanesbæ sem gengið við til ykkar. Á einn bæjarfulltrúa, já. Var það klofningur út úr sjálfstæðisflokknum? Nei, það var þau byrjuðu þessi hópur sem er bak við umbót. Þau buðu fram undir merkjum Miðflokksins þegar Birgir Þórhallsson var. Þetta er hún Margrét Þórhallsdóttir, systir hans. Þannig að hún var fyrst bæjarfulltrúi Miðflokksins í Reykjanesbæ fyrir 8 árum og svo þegar Klaustursmál og fleira komu upp og þá hætti hún í Miðflokknum og bauð fram undir merkjum umbótar. Og þetta er bara mjög öflugur hópur fólk sem að hafa vissulega öll verið í sjálfstæðisflokknum og verið sjálfstæðismenn áður en að þetta fóru sínum tíma en þau hafði ekki verið í framboði eða trúnaðarstörfum hjá okkur og þannig að þau eru bara búin að standa sig mjög vel og unni mjög vel með sjálfstæðisflokknum núna í minnihlutanum í Reykjanesbæ síðustu 8 ár og verið nánast 100% samstíg alveg í því þannig að það er mikið fengur fyrir okkur að fá þau öll yfir til okkar. En svo aftur klofningur á Akureyri. Já, Þórhallur Jónsson. Sem var ósáttur við sitt hlutskipti í prófkjöri. Já, hann var svolítið... Þetta er mikið meiri saga. Já, hann var ósáttur það að hvernig prófkjörið fór fram. Það var ákveðin röðun og eftir að það var ákveða röðunina þá bauð formaður fulltrúaráðsins sig fram en hann vildi meina röðunina hefur ákveð að því að var ekki umdeildur oddviti þannig að hann bauð sig svo fram í oddvitan eftir að Berglind býði sig fram og náður bara ágætis árangur í því frambóði og þannig að hann en ég veit ekki hvort ég hef ekki heyrt það hvort að það sé einhver hópur eitthvað að fara með honum. En í Vestmannum verð ég að segja, mjög flott hjá Írisi að fara, hún er nýbúin að fá rosalega góða könnun sem sýnir rosalega ánægju með hennar störf og svo bara, þú veist, minnst þetta cool. Ég er alveg viss það að það er búið að gera díl hérna Ef Sjálfstæðisflokkurinn er meirihluta, þá verður hún bæjarstjóri. Já, ég veit ekki. Já, alltaf það. Já, ég þekki það ekki. Ég þekki ekki heldur. Ég er bara aðeins að pæla. Það er allavega ánægilegt að sjá það að núna er prófkjör framundan í Vestmannaeyjum og það eru 14 frambjóðendur ef ég man rétt sem er búin að bjóða sig fram í prófkjörinu. Það er mikill áhugi og það eru allavega 2 sem voru í frambjóðinu með Írisi fyrir Heimaey sem eru bjóðu sig fram í því prófkjöri og við bara fögnum öllum félögum sem að koma heim. Það er bara þannig. En það smá vesina á Akureyri það sem að Þórhallur Jónsson, hann hafði að koma sér frambóð. Hann ætlar að koma að Akureyri-listan, já. Og sáttu við niðurstöðu í prófkjöri. Þetta gerist nú hverja kosningar. Var ekki köttur sem fór í framboð eða eitthvað? Já, það var kattaframboð á Akureyri einu sinni. Já, það var Snorri. Já. Og mér finnst þetta að aukist mikið eftir bankahrunið og eitthvað svona, þessi tortryggni kom að það var allt inni auðveldar að stofna framboð bara og fara í framboð. Ég er ekki meina að það verið auðveldar lagalega síðan, það bara fóru fleiri að gera þetta. En núna bara
ánægilegt að sjá samt að fólk bara komið tilbaka og byggja upp flokkinn og gott að valkostuna. Að verka vinna. Já, veist, og ég ekki að segja að sjálfstæðisflokkurinn að gera þetta allt rétt. Veist, örugglega hefur einhver framkvæmd innan flokksins ekki verið rétt til þess að hafa ítt undir þetta, sko. Það verðbólgan hérna ekki? Nei. Hún ennþá of há, mælist í. Daði ætlar að kynna núna bara morgun held ég, eitthvað aðgeri gegn verðbólgunni. Daði fjármálaráðherra. Ég ætla að vona það. Ég er búin að bíða í meira en ár. Það eru allir spenntir sem búa hérna og lifa við þetta. Ég er búin að segja sko, ef að stýrivextir lækka hérna, þá er þetta bara óbyggilegt. Það er fullt af fólki sem getur ekki lifað inn í þessu hagkerfi. Það gleymum því ekki að stýrivextir hafa lækkað frá því að var búið allir kosninga og verðbólga vissulega líka, en verðbólga er samt sem var allt og há ennþá. Þú veist þetta örugglega þínu fyrra starfi, sko. Það var fólk sem ræður bara ekki við þetta. Já, ég fylgist mjög vel með því hvað er að valda líka, þessari verðbólgu sem er til staðar og ef við rýnum eins og í þessa nýjustu mælingu, þá eru verðhækkanir á smásölumarkaði eins og ASÍ benti á núna í vikunni að það er gríðarlega miklar hækkanir þar sem er eitthvað sem að þarf auðvitað að stíga þess inn í og reyna að finna hvað veldur, hvað er hægt að gera til þess að draga úr og ég held að það sé auðvitað komin tíma á það að nú er náttúrulega ríkisstjórnin er að axla ábyrgð hvað varðar rekstur ríkisins sem er auðvitað svona grunnurinn í því að búa við stöðuleika. Það er að ríkissjóður sé rekinn almennilega og stöðuleiki myndist þar. Það hins vegar dugir ekki eitt og sér í heildarmyndinni. Það eru auðvitað fjöldi annara þátta sem valda verðbólgu og þar eru auðvitað, eins og ég segi, smásalan, það er það að fyrirtæki hækka gjaldskrár eða verð sín til neytenda. Það hefur alveg verið bent á það ansi lengi líka hvaða áhrif eða hvernig við mælum verðbólguna. Ég er ekki að segja að við séum að mæla hana með röngum hætti endilega, en það er svona ákveðnir þættir í útreikningum á bakvið þetta sem hefur áhrif. En horfum til dæmis á þær breytingar sem eru að verða á fasteignamarkaði núna. Nú eru kannski markaðurinn er mjög kaldur, það er tiltölulega lítið verið að selja, þó eitthvað. En það við búið að byggja hundruð eða 1000 íbúða sem eru bara sem eru yfirverðlaðar að mörgu leyti og henta kannski ekki alveg ég held að margar hendi en verðlagningin er há og ég sá fréttir í vikunni þar sem að fyrirtæki voru að kaupa mikið magn af íbúðum sem eru þetta gott og vel 49 íbúður held ég og ef maður horfir síðan á frá Eskifirði, bara útgerðarfyrirtæki þar ef maður horfir síðan á verðið á íbúðunum sem að fyrirtækið er að kaupa þá er það sennilega 15-20% lægra heldur markaðurinn er í dag en gleymum því það ekki að þegar fyrirtæki lögaðilar kaupa íbúðir þá mælist það ekki í mælingum Hagstofunnar sem að mér finnst svona spyrir mig alltaf hvort að það sé þannig sem þetta eigi að vera hvort þetta sé ekki bara hluti af markaðunum en ég held að undirliggjandi séu þetta sem við þurfum að rýna í hvað geta aðilar gert til þess að taka höndum saman til þess að ná þessu niður Ég svona kannski ég hefði fyrir einhverjum árum síðan og kannski geri ég það bara að kanna núna sölu á matvöru til að selja spjúur, pilsur, kjötbúðingur, þessar svona gjörunnu vörur sem er ódýrari, er kannski salan og þeim að aukast. Það getur verið. Og þá erum við komin í búið til annan vanda. Já, það er heilsufar. En ég bara spyr Kristján félaga minn, hvort var sleggju myndbandi tæknibrella eða tókstu sleggjuna af Kristurinn aftur sem lánaðarinn að því að þetta Þú hefur ekki fylgst nú vel með myndbandinu Það voru tveir hagfræðingar í fjármálaráðuneytinu og forsætisráðuneytinu og þau gera allt öfugt miðað við alla aðra hagfræðingaráðgjafi á Íslandi og þau eru að reyna að alltaf segja tala það hvað verðbólgan var há og af hverju vextinu voru svona og nú er nýbúin að vera opinn fundur með Seðlabankanum með peningastefnunefndinni
í efnahags- og viðskiptanefnd sem að Samfylkingin stýrir nú og þá kom þetta bara svo augljóst fram. Herru, vextirnir og verðbólgan fóru upp að því að hér komu stríð eftir stríð, svo kemur jarðhræringar og COVID og allt það og svo voru þetta að byrja að lækka mjög hratt og það var síðasta ríkisstjórn endaði því að rétt fyrir eftir að búa til kosningar að sína mjög aðhaldsöm fjárlög og náðu að birta fjárlög sem lækkuðu stýrivaxti rétt fyrir kosningar sko. Þar sem oftast farið að eyðslufyllirí og allt saman. Við náðum rosalega ábyrgum ríkisrekstri og náðum þannig að hjálpa Seðlabankanum að takast á við verðbólgun og vextinni. Þessar ríkisstjórn á einu ári ekki búið að takast bara einu sinni, heldur tvisvar að stoppa vaxtalækkunarferlið og Seðlabankastjóri sagði einmitt á þessum sama fundi að þá fór hann yfir COVID og Grindavík og stríðin og allt það en svo þegar að koma að vöxtunum og verðbólgunni núna og útgjaldaaukningu ríkissjóðs upp á 143 milljarða þá hafði hann enga útskýringu á því. Byrju, af hverju verið að leggja fram fjárlög með 143 milljarða og hvað sagði þeir svo með áhrifin á verðbólguna? Ríkisstjórnin er alltaf að tala að kílómetragjöldin og vörugjöldin og allir þessi 30 milljarða skattahækkanir hefði bara 0,5% hækkun þarna og eitthvað og þetta var allt inn á endingar. Já, það eru beina áhrifin svo einskiptist, það getur vel verið að það sér ég. En óbeina áhrifin þegar ríkisstjórnin bara að setja skatta og gjaldahækkanir alveg ítrekkað að þá aukast verðbólguvæntingar atvinnulífsins og smásölunar að sjálfsögðu sem að fá 4% launahækkunin þannig að þau segja með allar þessa aukna álögur og það alltaf hækka þá verður við að setja 4% launahækkun inn í núna og nota ferðina þannig að óbeinu áhrifin að aðgerð ríkisstjórnarinnar að skila 143 milljarða útgjaldaaukningu og hækka allar þessa álögur það að keyra upp verðbólguna og hún aukin verðbólguþrýstingur þó að sé ekki húsnæðisverð að hækka þetta. Þannig að þetta algjört falleinkunn sem að Seðlabankinn og allir aðrir að senda þeim á sama tíma. Hér verður mótmælt eftir augnablik. Já, en þessu, en svo ofan á þetta allt saman að þá ætlaðu að auka enn á óvissuna með launavísitölutengingunni og þannig að það bara orðið óviss að kemur aftur fyrir og það hækkar verðbólguvæntinguna og þá hækkar verðbólgan og hverjir lenda verst í þessu? Það þau sem þau þykjast vera að hjálpa. Eldri borgarar og fólk á lægri launum en þau koma langverst út úr þessu og fólkið á sparnýttari bílunum og eldri bílunum þau komið verst út úr kílómetragjaldinu þetta bara algjörlega galið. Þetta bara hluti eldri borgurin sem hefur það mjög skýtt sko. Ég veit það og þau koma verst út úr þessari verðbólgu þrýstingi sem þau eru að setja þarna á. Já, og það bara engin útskýring fyrir sem 143 milljarða útgjalda hækkun. Kristján Þórður. Já, hvað að leyfa Vilhjálmi að ranta eins bara þetta, þú veist, það sem að auðvitað dæmigert ef við horfum bara á þetta einstaka mál sem að verið að ræða inn á Alþingi og hann nefnir hér undir lokin almannatryggingar og það að tryggja að greiðslur almannatrygginga fylgi launavísitölu Hagstofu Íslands. Það búið að standa í lögunum í áratugi að greiðslur almannatrygginga skuli fylgja launaþróun eða lágmarki verðlagsbreytingum. Þessi launaþróun, maður hefði nú haldið að það ætti að ná svolítið utan þetta, að láta þetta fylgja raunverulega því sem að gerist á markaði. Launavísitala Hagstofu Íslands auðvitað besta leiðin til þess að mæla raunverulega launaþróun á landinu. Síðan því varpað fram að þessi sami hópur, og taktu eftir, þetta hópurinn sem að með minni lífeyrisréttindi og lífeyrissjóðum, sem að hefur að verst að sá hópur eigi að valda verðbólgu væntingum og ídundi verðbólgu og það sé sá hópur sem að standi hvað verst og megi ekki hækka og maður svona mest konur mikið konur og bara fólk sem að býr við verstu stöðu í samfélaginu en þetta sé hópurinn sem eigi þá að axla ábyrgð á verðbólgu hvers tíma og við heyrum þetta bæði hér við borðið og inn í þingi reglulega núna þegar við ræðum þetta mál. Þetta auðvitað hópurinn sem að samfélagið á að standa vörðum. Þetta hópurinn sem að verður að tryggja að geti framfleytt sér. Þannig að ég held að það sé þetta bara gríðarlega mikilvægt að klára þetta mál og tryggja að þetta komist á.
Þetta mun ekki setja ríkissjóð á hliðina eða valda verðbólgu eða verðbólgu þrýstingi. Það sem auðvitað skiptir miklu máli það sem er komið inn á varandi verðbólguvæntingar. Við erum auðvitað að koma út á tímabili þar sem að verðbólga var 10% og sú ríkisstjórn sem var við völd þá gerði ekkert til þess að draga úr þeirri verðbólgu. Verðbólgan hefur sem betur fer helmingast frá þeim tíma og stýrivextir hafa lækkað á sama tíma en raunvextir á Íslandi eru mjög háir ef maður horfir á svona samhengi hlutana. Þannig að við þurfum, og ég held að þetta sé það sem að öll þjóðin þurfa að taka höndum saman að draga úr verðbólguvæntingum. Þannig að sé ekki sjálfsagt að vera að hækka verð á vörum og varningi og þannig náum við verðbólgu niður. Þetta segir Kristján. Hann nefnir ekki eitt dæmi hvernig þessi ríkisstjórn hefur gert eitthvað til þess að lækka vexti og verðbólgu. Ekki eitt. Og ég veit ekki neitt dæmi. Í ríkisfjármálum skiptir gríðarlega miklu máli. Hvernig sýnir þið aga í ríkisfjármálum? Ég veit ekki eitt dæmi til þess, ekki eitt. En svo þessi einföldun með launavísitölum á hjá við höfum aldrei sagt að þessi hópur sé að valda. Við erum að segja ríkisstjórnin, við erum að segja leikreglunum sem ríkisstjórnin er að búa til í nafni þessa hóps það sem er að valda verðbólguþrýstingnum og óvissunni. Það vandamáli. Við höfum sagt, þetta hópurinn sem við höfum verið að hugsa og viljum hugsa áfram og hvernig höfum við gert það? Með að lækka skattbyrðin á þau, með að lækka skerðingarnar og nú eru útgjaldi 100 til... Já, reyndar við lækkuðum skerðingarnar? Nei, við lækkuðum skerðingarnar og þið uppfærið okkar kerfi. Við klárum kerfisbreytingarnar. Við höfum ekki bara að fara að skilja strákan eftir þetta. Fyrir utan þessi mál, þá má alveg líka ræða samkeppni á lánamarkaði. Það má alveg, neytendur hafa ekki marga kosti þegar þeir ætla að taka lána því þeir að tala að húsnæðismarkaðurinn sem kaldur. Það er ekki bara vextirnir, það væri alveg hægt að bankarnir, það væri nú gaman ef þeir væri í smá samkeppni. Þeir skila nógu miklum hagnaði. Ég veit að við í Reykjavíkurborg höfum reynt að fá einhverja styrki fyrir einhverja hluti eins og sjóði og annað og það er bara, þá er ég bara að tala eins og til listafólks, eitthvað svoleiðis. Og þá er aldrei pening þannig að þeir eru ekkert mjög gjafmildir á þennan hagnað sinn til neytenda né annara. Hátt í 100 milljarðar í fyrir Já, og það væri nú gaman að sjá eitthvað af því fara niður og auðvitað standa þeir verst sem skulda eitthvað. Þannig að meðan að vextirnir eru svona háir. Þetta voru alveg notalegt fyrir fólk sem á alla sínar eignir. Og þetta skiptir gríðarlega miklu máli held ég að fá samkeppni á þennan markað. En maður býður svolítið eftir að verði eitthvað gert. Ríkið á þetta, Landsbankann og stærstan hluti í honum eða allt og ég held að ef við horfum líka bara á allt umhverfið kringum okkur og ekki það maður ætla að fara út í einhverja Evrópuumræðu en þá auðvitað öfundar maður svolítið fólk lönd í kringum okkur að vera í þeirri stöðu að geta treyst á það að gjaldmiðillinn hann stendur sína plikt. Vaxtakjör eru önnur, við getum gert betur í útgjöldum vegna tryggingamála og ýmis svona fjármálaþjónustu sem að væri hægt að hafa meiri samkeppni í. En við verðum að hætta. Já, ég verða samt að segja eitt Það er bara alveg eins og með blessaðan samgöngusáttmálann og þá er skipulagsmálin hér stóra vandamáli. Það þýðir ekkert að auka bara lækka vextina og auka aðgengi á lánsfjármagni ef það er ekki til neina lóðir. Af því að ef það er ekki tilbúin hús, íbúðir í 100 tali. Já, en hvernig hús eru það? Það er rándýra blokkaríbúðir sem að fjölskyldu fólk kaupir ekki. Þau getur bara skoðað öllu opinber gögnum það að ungt fjölskyldufólk sem er að stækka við sig að fara í 2-3 svefnherbergja íþrótt. Þau vilja ekki búa í sérbýli og þau vilja ekki kaupa nýbyggingu. Þannig að það á að byggja minni sérbýli eða fjölbýli fyrir fólk 55 ára eldri sem að flytur úr sérbýlinu sínu og losar fyrir fólkið. Það er rétti. Þessar lóðir er ekki til og þá þrengist alltaf markaðurinn og það er búið að hækka verðið. Þannig að núna á stjórnartíð Samfylkingarinnar í Reykjavíkurborg er lóðakostnaðurinn orðinn 18% og það er hæsti vaxtakostnaðurinn sem fjölskyldanir í þessu landi eru að borga að það er lánin sem þeir að taka fyrir 18% lóðakostnaðurinn sem var ekki þegar Davíð Oddsson stýrði Reykjavíkurborg en kom þegar Ingiborg Sólrún fór að stýra.
við horfum líka, það er líka verið að ýta undir framboð á hagstæðu íbúðarhúsnæði, hlutdeildarlánin, við erum búin að vera að bæta fjármagni þar og munum gera fleira til að styrkja það. Það er verið að brjóta nýtt land, það er verið að brjóta nýtt land í borginni líka. En það er fjölga lóðuna fyrst. Það er verið að því. Bara lóðaverðið hækkar endalaust hérna í ykkar vakt. Það er verið að bæta við lóður. Já, allt í boðið samfélkingarinnar og skipulagsmálið. Herrið, við ætlum að enda þetta núna. Kristján Þórður, Vilhjálmur og Eva Bergþóra, takk fyrir komuna. En hér á eftir ætla ég að ræða við Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð, Gylfadóttur, fyrrverandi utanríkisráðherra og alþingismann. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Gleði er svo mikil dauðans alvar. Ef það er ekki gleði, það vantar svo mikið kraft. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á gleði. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Byltingunni hefur verið frestað vegna skorts á ríkisfjármagni. Gluggagallerið stétt, Bolholti 6, opið allan sólarhringinn alla daga ársins. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.